heyrum heilagt orð, í Jesaja stendur skrifað. Heyr, kallað er, greiði drottni veg eyðimörkina, ryðji Guði vorum beina braut í auðninni. Sér hver dalur skal hækka, hvert fjall og háls lækka. Hólar verða jafnsléttu og hamrar að dala grundum. Þá mun dýrð Drottins birtast og allt hold sjá það samtímis, því að Drottinn hefur boðað það. Einhver segir, kalla þú, og ég spyr, hvað á ég að kalla? Allt hold gras og allur yndisleikur þess sem blóm vallarins. Grasið visnar, blómin fölna þegar Drottinn andar á þau. Sannlega eru mennirnir gras. Grasið visnar, blómin fölna, en orð Guðs varir að eilífu. Amen. Og heyrum einnig þessi orð Péturs postula. En endir allra hluta í nánd. Verið því gætin og algáð til bæna. Umfram allt hafi brennandi kærleika hvert til annars. Því að kærleikur hylur fjölda synda. Verið gestrisinn hvert við annað, án þess að mögla. Sér hvert ykkar hefur fengið náðargáfu. Notið þær og þjónið hvert öðru, eins og góðir ráðsmennum margvíslegra náðar Guðs. Sá sem talar flytji Guðs orð, sá sem þjónar sýni að Guð gefi máttinn til þess. Verði svo Guð vegsamaður í öllum hlutum fyrir Jesú Krist. Hans er dýrðin og mátturinn aldir alda. Amen. Hún
Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús mælti: Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Sannlega, sannlega segi ég yður, sú stund kemur og þegar komin, að hinir dauðu munu heyra röst Guðs sonarins og þau sem heyra munu lifa. Eins og Faðirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann og veitt syninum hafa líf í sér. Og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm, því hann mannssonur. Undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar öll þau sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þau sem gert hafa hið góða munu rísa upp til eilífa lífsins. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag verður til moldar borin á Ísafirði Jónína Ólöf Högnadóttir. Þegar við minnumst þessarar viljasterku dugnaðarkonu, þá skulum við staldra við þessi orð úr Jesaja. Grasið visnar, blómin fölna, en orð Guðsvors varir að eilífu. Mannleg tilvera er brothætt. Þess vegna hefur lífi okkar mannanna stundum verið líkt við blóm og grös vallarins. Allt eins og blómstrið eina uppvex á sléttri grund, lit og blöð niður lagði, líf mannlegt endar skjótt. Þannig orti Hallgrímur Pétursson. En sum grös eru sterkari og harðari af sér en önnur. Þegar stormurinn kemur sem brýtur stórar trjágreinar, þá leggjast grösin flöt, en svo rétta þau sig upp aftur og halda áfram að benda upp til himins. Og þannig var hún Jónína Ólöf, eða Lóa eins og hún var oftast kölluð. Hún mætti mótlæti í lífinu af miklu æðruleysi. Nú síðustu árin stríddi hún við sjúkdóm sem gerði henni erfitt að tala og borða. En hún Lóa gafst ekki upp. Fór allra sinna ferða, hún fór í göngutúra, hún tók þátt í föndri og handavinnu. Hún var svona ekta vestfirskur nagli. Hörkutól var þessi ljúfa kona sem brosti svo fallega til manns þegar maður kom í búðina hennar. Hún Lóa unni fjölskyldu sinni hugástum. Þegar hún lá banaleguna og barnabörnin komu til hennar í heimsókn, þá reif hún sig á fætur og fór með þeim í göngutúr eftir göngum sjúkrahússins. Nærvistin er mikilvægust, sagði hún. Nærvistin við þau sem henni þótti vænstum. Það var henni allt. Jónína Ólöf Högnadóttir var fædd á Atlastöðum í Fljótavík þann 29. nóvember árið 1942. Var hún síðasta barni til að vera í heiminn borið norður í Fljótavík. Hún var og næst elsta barn foreldra sinna, þeirra Júlíönu Guðrúnar Júlíusdóttur og Högna Sturlusonar. Júlíana, móðirinn, var fædd og uppalin á Atlastöðum, en Högni, faðirinn, var frá Látrum í Aðalvík. Lóa átti eina eldri systur og eina yngri systur. Það eru þær Sturlína Ingibjörg og Guðrún Elísa. Á milli þeirra komu svo 3 bræður, þeir Júlíus Rúnar, Sturla Valdimar og Guðleifur. Af þessum 6 systkinum eru svo elsta og yngsta á lífi. Það eru systurnar Sturlína Ingibjörg og Guðrún Elísa. Lífsbaráttan var erfið fyrir norðan Djúpið, bæði í Aðalvíkursveit og eins í Grunnavíkurhreppi. Jarðir voru litlar og báru ekki stóran bústofn og því byggðist lífsbaráttan mikið til á veiðum. Menn veiddu fisk og sóttu egg og fugl í björgin. Þegar Lóa var á 4. árinu, þá flutti fjölskyldan í Hnífsdal til að byrja þar nýtt líf. Lóa gekk í barnaskólann í Hnífsdal og hún var í gamla skólahúsinu sem fauk í mikilli stormkvinu. Hún var þá á 11. árinu. Þessi atburður sat alltaf í henni og þegar hún var orðin fullorðin kona og það kom óveður, þannig að það kvein og söng í húsinu, þá fór hún niður í kjallara og róaði sig við það að strauja þvott. Lóa ólst ekki að öllu leyti upp hjá foreldrum sínum, því fljótlega eftir komun í Hnífsdal var hún sett í fóstur til móðurbróður síns, en móðir Lóu glímdi við veikind á þessum tíma. Hjónin sem ólu Lóu upp voru þau Jóhann Júlíusson og Margrét Leósdóttir. Þau voru barnlaus þegar Lóa kom til þeirra,
en eignuðu síðar 2 syni, þá Leó og Kristján. Lóa leit alltaf á þá sem bræður sína. Á þessum árum voru gælunöfn og styttingar mikið notaðar í daglegu tali. Jóhann var til dæmis alltaf kallaður Jói-Júl og þess vegna kallaði Lóa sig Lóu-Júl þegar hún var lítil telpa. Fjölskyldan bjó á efri hæðinni í litlu húsi við Hafnarstrætið og á neðri hæðinni var skóverslun Leós. Lóa var þannig strax í æsku mjög rík, ekki af veraldlegum auði, heldur fjölskylduauði. Hún átti í raun 2 setta foreldrum og tilheyrði 2 systkinahópum og líklega mótaði þetta allnokkuð lífsviðhorf hennar. Hún var alla tíð mikil móðir og amma, hún unni fjölskyldu sinni hugástum og heimili hennar stóð opið vinkonum dætra hennar. Og þetta fundu líka barnabörnin þegar þau komu til sögunar. Það var alltaf hægt að banka upp á hjá ömmu, líka þegar maður var að koma heim af balli nótt og nennti kannski ekki að fara alla leiðina heim. Þá tók amma á móti barnabarnin og spurði yngra spurninga. Þannig er ástin, hún umfaðmar allt, breiðir yfir allt. Hingað hafa borist kveðjur frá fólki sem ekki gat verið hér í dag en kveður úr fjarlægð. Það eru hjartans saknaðar kveðjur frá Ingu systur, Svanna, börnum og fjölskyldum. Það eru hugheilar samúðarkveðjur frá Leó og Eriku í Austurríki og eins frá Ingu og Kristjáni. Gamlar skólasystur úr Reykjanesskóla við Djúp, það er Adda, Ásta, Birna, Dæja, Gugga og Gunna biðja fyrir kærar samúðarkveðjur til aðstandenda. Lóa var í Reykjanesskóla veturinn 1958 og það er gaman að segja frá því að þær skólasystur héldu sambandi alla tíð. Vinátta æskuáranna er stundum eilíf vinátta. Á unglingsárunum kynnumst við flest ástinni. Ást æskuáran er oft svo tær, það er svona allt eða ekkert tilfinning. Lóa kynntist ástinni. Það var ungur Ísfirðingur, 2 árum eldri en hún upp á dag. Þetta var hann Birkir Þorsteinsson, sonur hjónanna Helgu Guðmundsdóttur og Þorsteins Benedikts Finnbogasonar. Ástrein blómstraði milli þeirra Lóu og Birkirs og daginn fyrir 17. afmælisdaginn sinn þá eignaðist Lóa frumburð sinn, dótturina Margréti Jóhönnu. 3 árum seinna eignuðust þau Lóa og Birkir svo aðra dóttur og hana skírðu þau Björk. Þegar Lóa og Birkir byrjuðu að búa heima hjá foreldrum Birkirs, þau gengu svo í heilagt hjónaband þann 3. desember árið 1960. Fljótlega fóru þau að líta í kringum sig að hentugu húsnæði sem þau gætu keypt. Og var það úr að þau keyptu sér litla íbúð á neðri hæðinni og Engjavegi 33. En þar þau voru bæði af eyrinni, þá vildu þau helst búa þar. Og meðan þau voru að leita sér af góðu húsnæði, þá leigðu þau upp á efstu hæðinni í kaupfélagshúsinu. Ári síðar hefðu þau svo fest kaup á húsinu á Brunngötu 16, en þar stóð heimili þeirra lengi. Lóa var góð húsmóðir, hún var dugleg að sauma á dætur sínar. Stundum færði Jói-Júl, pabbi hennar, henni fallegt efni sem hann hefði keypt á ferðum sínum erlendis. Lóa hafði ung unnið í fiski og meðfram húsmóðurstörfunum þá vann hún í rækjunni. Hún og tengdamóðir hennar Helga skiptu með sér einni stöðu. Helga vann fyrir hádegið í rækjunni en Lóa eftir hádegið. Palli Harðar og fjölskylda votta aðstandendum samúð sína og hluttekningu. Hugur þeirra er hér hjá okkur í dag. Á þessum árum fóru flestar fjölskyldur í sumarfrí innanlands.
Tjaldi var pakkað í bílinn, svefnpokum, prímusum og dós af saxbauta. Svo var ekið af stað og tjaldað við læk. Þær systur Greta og Björk eiga ljúfar minningar frá þessum ferðalögum. Ég ætla að segja aðeins frá fjölskyldum þeirra. Margrét Jóhann er gift Gunnari Sigurðssyni. Þau eiga 2 dætur. Það eru þær Tinna og Anna. Tinna er gift Hafþóri Smára Imsland og þeirra synir eru þeir Gunnar Birnir og Birkir Gísli. Anna er í sambúð með Jóhanni Árna Þorkelssyni og þau eiga synina Þorkel Mána og Grétar Þór. Gunnar Sigurðsson átti áður 2 dætur, þær heita Erla Björk og Lilja. Erla Björk er gift Artúri Karlssyni og þeirra börn eru Hallur Karl, Kolfinna Sigurbjörg og Móeiður Oddný. Lilja er gift Gísla Karlssyni og þeirra synir eru Róbert Leo og Styrmir. Ég flyt samúðarkveðjur frá þeim systrum Erlu Björk og Lilju og fjölskyldum þeirra. Björk var gift Sverri Halldórssyni sem lést árið 2014 eftir erfið veikindi. Blessuð sé minning hans. Þeirra börn eru þau Helga Lóa og Birkir Halldór. Maður Helgu Lóu er Jón Ragnar Guðmundsson og þau eiga börnin Birkir Loga, Axel Alex Loga og Chloe Marisol. Birkir Halldór og 4 börn, það eru þau Katrín Lilja, Hildur Nadia, Klara Björk og Aron Nóel. Birkir hafði unnið hjá kaupfélaginu og meðal annars séð að aka vörubíl og olíubíl. En svo bauðst þeim hjónum Birki og Lóu að taka við SO-umboðinu og sjá olíudreifingu hér á svæðinu. Þetta var mikið ábyrgðarstarf en þau ákváðu að slá til og olíunni var dreift á heimili til húshitunar og eins á báta og skip. Svo þurfti að skrifa út reikninga og rukka þá inn. Og þau unnu saman í þessum rekstri, þau Lóa og Birkir, enda samhent hjón og fyrirtækið SO er í dag heitið N1. Fóstruforeldrar Lóu áttu sumarbústaðinn í Tunguskógi og þangað hafði hún oft farið sem ung stúlka. Þegar þau Birkir voru búin að koma sér upp fallegu heimili á Brunngötunni, þá fór Lóa að draga Birki með sér inn í skóg og nefna við hana gaman væri nú að eiga sumarbústað á þessum fallega stað. Það fór svo að þau reistu sér sumarbústað á góðum stað í skóginum og steinalundur var þeirra sælureitur. Grasið visnar, blómin fölna, en orð Guðs vors varir að eilífu. Já, við búum í mjög hverfulum heimi. Á örskot stundu þá getur allt breyst. Og þetta gerðist með sumarhúsabyggðin í Tungudal á páskum 1994. Stórt snjóflóð sópaði burt trjám og sumarbústöðum. Yfirvöld voru treg til að leyfa uppbyggingu á ný á staðnum, en nú kom sér vel að vera þrjóskur Vestfirðingur. Þau Lóa og Birkir og aðrir skógarbúar sóttu það fast að fá að endurreisa þar sumarbústaðina sína og á það var fallist með því skilyrði að ekki yrði gist í húsunum yfir háveturinn. Þau Lóa og Birkir voru fyrsta fólkið til að endurreisa sinn sumarbústað. Og það er yndislegt að eiga sumarbústað, þar sem hægt er að dvelja með fjölskyldunni. Og fjölskyldan er það dýrmætasta sem við eignumst hér í heimi. Hún er meira virði en öll auðæfi jarðarinnar. Lóa var mikil fjölskyldumanneskja. Hún naut þess að verða amma og svo síðar langamma. Heima í stofunni hjá henni var alltaf dótakassi sem börnin máttu róta í og leika sér með. Og svo var alltaf til keks í einum eldhússkapnum og þar rétt hjá var krukka með smápenningum.
Og ef einhvern langaði til að fara yfir götuna og portið í gamla bakaríið og kaupa sér eitthvað gómsætt, þá taldi amma peninga upp úr krukkunni. Já, svona eiga ömmur að vera. Í Hafnarstrætinu voru þau með búðina Birki. Þar fékkst allt milli himins og jarðar. Lóa afgreiddi þar ásamt dætrum sínum og barnabörnin voru stundum að verðmerkja vörurnar eða gera vörutalningu. Og búðin minnti mann á gamla daga þegar það var kaupmaður á hverju horni í bænum. Það eru samúðarkveðjur til aðstandenda frá Dagnýju Björk Pétursdóttur. Þórir og Rakel kveðja úr fjarlægð, minningin lifir í hjörtum okkar, segja þau. Já, grasið visnar, blómin fölna, en orð Guðs varir að eilífu. Birkir eiginmaður Lóu veiktist fyrir rúmum 17 árum síðan. Lóa stóð við hlið hans í veikindunum. Hún þakkaði fyrir að hér á Ísafirði væri fjórðungssjúkrahús og góðir læknar. Það er svo gott og mikilvægt að slík þjónusta sé hér í heimabyggð, því nóg þarf samt að sækja suður. Ástkær eiginmaður Lóu, Birkir Þorsteinsson, kvaddi þennan heim þann 15. nóvember árið 2010. Það er sárt að missa maka sinn til margra ára. Og þegar hjón hafa verið jafn samrýnd og þau Lóa og Birkir, þá verður missirinn enn sárari. Helmingur tilverunnar, helmingurinn af manni sjálfum er tekinn frá manni og slíkur missir venst aldrei. Lóa naut þess samt að eiga góða að og fjölskyldan hélt saman jólin, en samt var auðvitað allt breytt. Eftir að hafa átt heima í Brunngötunni í meira en 40 ár, þá ákvað Lóa að minnka aðeins við sig. Hún flutti yfir götuna og í íbúð á einni hæðinni fyrir ofan gamla bakaríið. Hún vildi auðvitað eiga heima í miðbænum og Ísafirði. Það eru góðar kveðjur til aðstandenda frá Maríu Aðalbjarnadóttur og Pétri til þakka góðar samverustundir á liðnum árum. Eins eru samúðarkveðjur frá Magnúsi Samúelssyni og Sigríði Gunnsteinsdóttur. Lóa flutti upp á Hlíf fyrir 6 árum síðan. Þar naut hún sín í góðu samfélagi. Lóa tók virkan þátt í alls kyns handavinnu. Hún málaði dverga á steina, hún málaði á postulín, hún skar út í tré, hún prjónaði og heklaði eins og hún hafði gert alla tíð. Verkin lofa hér væna konu. Þegar við eldumst og heilsu okkar hrakar, þá verðum við meira komin upp á aðra en áður var. Lóa var svo lánsöm að hér á Ísafirði voru og eru yndislegir hjúkrunarfræðingar eins og hún Auður Ólafsdóttir, sem tók sig til og fór suður til að læra það hvernig væri best að sinna Lóu í veikindum hennar. Seinustu árin þurfti Lóa að þrista á hnapp á hálsinum til að geta talað og gert sig skiljanlega. Að borða mat og kyngja var heldur ekki alltaf auðvelt. En Lóa lét þetta ekki stoppa sig. Hún var dugleg og seig manneskja og stundum sá við hana í göngutúr hér úti með Árna Þorgils og hún naut þess líka að fara í bíltúra hér nágrennið. Nú í sumar greindist krabbamein hjá Lóu. Hún tók því af æðruleysi. Síðustu 10 dagana var hún liggjandi inn á heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Ástvinir hennar voru hjá henni. Jónína Ólöf Högnadóttir kvaddi þennan heim þann 30. október síðastliðinn. Blessuð sé minning góðrar konu. Með fráfalli Lóu verða ákveðin skil hjá fjölskyldu hennar. Nú er það sem einu sinni var orðið að fortíð sem kemur aldrei tilbaka. Nú er ekki lengur hægt að fara niður í Brunngötu og gista í vassrúminu hennar ömmu og
láta afa sofa í sjómannsherberginu. Nú ekki lengur hægt að fá ömmu til að búa til sprengjur með manni fyrir gamlárskvöld og nú ekki lengur hægt að fá góðu fiskibólurnar hennar ömmu. Veislurnar verða ekki fleiri og þannig mætti lengi telja. En þessi endanleiki gerir samt lífið svo dýrmætt. Það sem einu sinni var svo óendanlega dýrmætari en það sem alltaf því það hversdagslegt. Aðstandendur Lóu þakka hlýhug og auðsýnda samúð. Þau bjóða til erfidrykkju í sal frímúrara að athöfn lokinni. Við munum á eftir bera kistu Jónínu Ólafar á kirkju og flytja hana inn í Réttarhólskirkjugarð þar sem hún fær sitt hinsta leg við hlið mannsins sem hún elskaði lífið á enda. Og þegar við stöndum á grafarbakkanum og horfum á grænt bælt grasið, þá ættum við að rifja upp versið góða hjá Jesaja. Grasið visnar, blómin fölna, en orð Guðs vors varir að eilífu. Enda þótt okkar jarneska líf sé stundlegt og brothætt, þá til nokkuð sem eilíft. Og það Guð og boðskapur hans, boðskapurinn upprisu og eilíft líf. Fagnaðarerindið að ástvinir verði saman á ný í eilíðinni hjá Guði. Þegar við signum yfir gröfina, þá erum við að játa þetta. Krossinn sem við teiknum með fingrinum kærleikstákn, eilíðartákn, merki þess að Guð elski okkur og hann muni sjá til þess að ekkert grandi okkur og að við eignumst okkar stað í ljósi hans og eilíf himneskrar sælu. Og þá mun hún Lóa geta sungið á ný. Sungið eins og hún gerði hér í eina tíð þegar hún var að svæfa dætur sínar og barnabörn. Því eilíðin endurreisir allt það sem var gott og fagurt. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú, Drottinn, þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið. Því augu mín hafa séð hjálparæði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heimingjum og til vegsemdar líf þín. Við skulum biðja. Við þökkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við og skín frá Drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess, í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Jónínu Ólöfu Högnadóttur frá þrautum og veitt henni hvíld. Ver þú náðugur þeim sem líf hennar var tengt ástúðarböndum. Helga þú og blessa minningar þeirra allra og varveit þau á vegum þínum. Í Jesú nafni segjum við öll saman á hjarta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, heilkomi þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika.
Sáð er jarneskum líkama, en upprís andlegur líka. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þín friði. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Guði séu þakkir sem gefur og sigurinn fyrir Drottin vor Jesú Krist.